Jæja Haraldur, þetta kannski svekkjandi tap. Hver svona þín upplifun til leik? Já, það bara alltaf svekkjandi að tapa leikjum og kannski í dag á endanum verðskulda tap en sama skapi þá svona heppnast upplifun okkar að ákveðnum hluta upp þar sem við ætlum svona að liggja aðeins tilbaka og vera aggressífir og vinna boltann og sækja hratt á þá. Og erum komnir í 1-0 og svo erum við í 2-1 stöð og við svona kannski gefum frá okkur fórustuna full snemma en þurftum að ná að halda næst lengur og en svona kannski þegar þeir í seinni hálfleik þegar komið 4-2 þá sleppa menn svolítið af sér beislinu og það svona eini kaflinn í leiknum sem við svona kannski náum að einhverjum alvöru spilköflum og hefur svo sem geta ef við höfum náð inn í marki þá kannski hefur komið smá spenna í þetta. Einmitt, já það var náttúrulega svo flott hjá okkur að komast í tvissunum yfir en svo náttúrulega voru heimamenn fljótir að jafna. Já, eins og ég segi, við náum ekki að halda fórustuna á lengi og það raun og veru við höfum komin í 2 stöðu þá og svona koma kannski mesti skrekkur farin okkur og við svona erum að ná aðeins að halda í boltan og þá gefum við bara mark, það bara mistök, menn gera mistök og verður bara að læra því. Einmitt. Svo má ég spyrja þetta meðan Stefán Ljúbičić, hann meiddur eða? Já, hann fekk högg í síðasta leik fyrir norðan og bara stokkbólginarkli og bara ekki leikverð. Einmitt. Svo svona ein spurning sem að heyra frá stuðningsmönnum, svona fína furðasæti að Gabriel Aron ekki að fá að spila meira? Í ljósi þess að í dag Stefán ekki inn á og Gabriel búinn að skora 4 mörk í deildinni? Já, það bara rétt með spurning og við erum með þokkalega stóran hóp og ákveðum að spila Múdri upp á topp, krótunum okkar og gefa honum séns, hann líka fengið fá tækifæri en Gabriel ungur og efnilegur leikmaður sem á eftir að fá fullt af fleiri sénsum í sumar og vonandi skora fullt af mörkum fyrir okkur. Einmitt. Bara glæsilegt, takk hérlega fyrir þetta.